dagsins. Þetta gefur manni bara hamingju. Ég held að ég geti aldrei sungið, sko. Ég horfði á þetta bara síðan þetta kom út. Ógeðslega landsíðan. Ég fer svo hratt keyra stafi komast nær. Ég hugsa fyrir þetta og að taka tvær. Mun eflaust vera svona til í dag, en ég kemst ekki tilbaka. Það ein leið heim sem að ég mun alltaf Við erum svo krúttleg, við erum lítil hana. Mér fannst það mjög skemmtilegur dagur. Þetta var ógeðslega spennandi, ógeðslega töff location. Ég fæ alveg gott í hjartað. Meðan þarna þá erum við náttúrulega bara allt önnur hljómsveit í dag. Eftir þetta þá byrjum við svona smá að fara á flug erlendis. Þarna erum við bara sjúklega mikið bara ennþá að læra að vera bara tónlistamenn. Mér finnst ég koma svolítið mikilvæg svona tilfinningu í rauninni út með því að syngja. Vá, hvað fyndið að horfa á þetta aftur. Mér finnst þetta smá skrítið að það er svo mikið búið að gerast í millitíðinni. Svo kom hérna. Þarna, við áttum mjög erfitt við að tímasetja þetta líka. Þegar tjaldið datt niður, sko. Þetta sýndi mér svo vel einhvern veginn hvað var hægt að gera töff myndband í rauninni bara á einum degi. Ég bara einhvern veginn fann mig leið í tónlist og bara hvað mér langaði að gera þetta, þótt ég hafi kannski ekkert endilega verið mjög góður. Og ég bara hætti í fótbolta og fór bara að gera þetta, sko. Mér líður bara mjög vel að sjá þetta, sko. Það sýnir mér hvað mér líður í rauninni betur núna heldur en þá. Og svona kannski treysti sjálfum mig meira með svona mitt vision. Þetta var risastórt tækifæri af því að ég var ekkert búin að koma mér á kortið sem einhver tónlistarkona eða söngkona eða neitt, sko. Og var bara svona að reyna á tónlistina einhvern veginn. Æ, stjarnan mín. Ég var alveg að fríka út, sko. Ég ákvað að mæta í fötum sem myndi ekki sjást að ég myndi svitna mikið. Ég fann hvað ég var mikið stressuð, sko. Og þetta var einhvern veginn svo mikið af fólki og þetta snerist einhvern veginn allt að ég væri sáttur. Eftir 5 ár væri ég til í að vera í Japan. Ég er alveg sammála þér. Mér langar hrikalega mikið að prófa að fara til Japan og spila. Nei, við erum nefnilega ekki búin að spila í Japan, en það er alltaf verið að biðja okkur að koma og mér langar svo sjúklega mikið að fara til Japan, sko. Eftir 5 ár, það er svolítið langur tími. Þá væri ég til í að búa erlendis, gera tónlist erlendis og bara hafa það gott, sko. Fara út, vinna þar einhvern veginn og spila á stórum tónlistarhátíðum og bara go big or go home. Þegar maður er í vinnunni, þá er maður svona ég vildi ég væri, þú veist, bara upp í húsnæði að gera þetta og við erum alltaf að röfla það. Eftir að við byrjum við, þá hélt ég bara, já, við erum bara að fara að lifa tónlistinni og þú veist, þetta er bara að fara að gerast núna, sko. En við getum núna, allavega eins og þá getum við verið að einbeita okkur að músík. Það er draumurinn allavega.